13. Ég var ekki alveg náðu fljótur. Nei. Ég var sett í gang og viltu byrja aftur. Ég skal bara byrja aftur. Ég býð ykkur velkomin til þessa 667. fundar bæjarstjórnar og segi fund settan. Á dagskrá erum við með 9 mál. Það eru 6 fundagerðir til staðfestingar og 3 til kynningar. Fyrsta mál á dagskrá er fundagerð 1248. fundar bæjarráðs sem haldið var 25. febrúar. Orðið er laust fundagerðina. Sigrún, gjör svo vel. Já, ágæti forseti, ég kem hér fram undir fyrsta máli, merki Mosfellsbæjar, reglur notkun, byggðamerkis Mosfellsbæjar. Ég kem hér bara í pontu til að fagna því að búið að semja reglur notkunina. Þær eru hugsaðar til að leiðbeina þeim sem mega nota merkið. Samkvæmt reglunum mega allir þeir sem stunda tómstundastarf, íþróttafélög og góðgerðarsamtök nota þetta merki og skilyrðið er náttúrulega að notkunin sé ekki upprunavillandi. Það þarf að vera hægt að sjá með augljósum hætti hver er að standa fyrir merkingu og sem sagt má ekki vera upprunavillandi. En byggðamerki þau eru skjaldamerki, nokkurs konar skjaldamerki sveitarfélaga og þau gegna bara miklu hlutverki og þau gilda líka mjög strangar reglur hönnun skjaldamerkja, gilda mjög strangar reglur og einkaleyfastofa sem hefur umsjón með skráningunni, hún mælir eindregið með því að sveitarfélög semji sér reglur notkunina. Og nú er það orðið að veruleika og við í íbúðarhreyfingunni fögnum því. Fleiri sem óska eftir að taka til máls fundagerð bæjarráðs. Bjarki, gjör svo vel. Forseti og góðir fundamenn, ég kem hér upp undir lið 1.10 sem að hljómar svona samkvæmt fundarbóði umsögnum tillögu til þingsályktunar Laxnessetur að Fljóðrastin í Mosfellsbæ. Þetta er þess að þingsályktun sem hér er send til okkar. Það fór nú reyndar til ferðamálanefndar og umsögnin er það dagskrá í fyrramáli, en mér finnst þetta bara fagnaðarefni. Ég vil bara lýsa yfir því að það sé að væntanlega komast hreyfing á það sem er búið að tala dálítið sem er Laxnessetur. Við höfum húsið Gljúfrastein sem er auðvitað friðaður og sem heimili Halldórs og hans fjölskyldu, en þetta er miklu meira og annað sem hér er á dagskránni. Fleiri sem óska eftir að taka til máls. Sigrún, gjör svo vel. Já, ágæti forseti, ég kem líka hér fram undir máli nr. 9, umsögn tillögu til þingsályktunar Laxnessetur á Gljúfrastein í Mosfellsbæ. Nú er búið að vísa málinu til þróunar og ferðamálanefndar og er það vel að það sé gert. Þetta er náttúrulega mikið fagnaðarefni líka að þingmennirnir skulu vera svona samstiga í þessu máli vegna þess að það eru fulltrúar allra flokka á þinginu sem að standa fyrir þessari tillögu, þó væntanlega eigi Ragnheiður Ríkharðsdóttir hvað mestan heiður af henni. En mig langar til þess að óska eftir því að bæjarstjórn vísi þessari tillögu líka til umsögnar í menningarmálanefnd eða allavega kynningar. Sko, nú veit ég að umsóknarfrestur hann rennur út 7. en enga síður er þetta mál sem ætti að fara fyrir menningarmálanefnd og þess vegna leggur íbúðarhreyfingin það til að þetta fari til menningarmálanefndar. Mér langaði líka að segja
smávegis lið 1.9. Það eru fleiri sem voru óska eftir að taka til máls 10. mál. Þannig að, Ok, og varðandi tillögum að vísa þessu annað, þá þetta á dagskrá, gerir ég ráð fyrir bæjarráðs í fyrramálið og það væri þá vel til fundið að maður vilja að málið fari til kynningar á fleiri stöðum að taka það upp á þeim vettvangi. er þetta til umræðu þar aftur? Var þetta ekki síðast? Það var... Sendum það til umsagnar. Já, ok, umsögnin. Annars Já, Ríkharðsson. ok, fínt það. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég ætlaði einmitt að koma hér upp og nefna það við bæjarfulltrúa íbúðarhreyfingarinnar. Þetta að koma, sem sagt, Þróunar- og ferðamálnefnd búin að funda þetta og umsögn frá þeim kemur út í bæjarráðs í fyrramálið. En aðaleinandi nú að fagna þessari þingsályktunartillögu. Þetta náttúrulega mál sem búið að vera dálítið svona lengi í umræðunni og sérstök ástæða til þess að fagna því að það fólk held ég bara úr öllum flokkum sem starfa á Alþingi sem að skrifa upp á þessa þingsályktunartillögu og vonandi næst hún í gegn. En ég held að við eigum samt að vera svona hóflega bjartsýn því að það er engin kostnaðaráætlun sem fylgir eða kostnaðarútreikningur sem fylgir þessari þingsályktun né sem sagt bent á hvar væri hægt að finna fjármunina en þá ef þetta næst í gegn þá hlýtur að verða að hugsa fyrir því og við þá hvetjum okkar fólk að finna það fjármuni sem þarf í þetta mjög svo þarfa verkefni sem ekki bara þarft verkefni fyrir okkur hér í Mosfellsbæ heldur í raun og veru bara fyrir íslenskt menningarlíf að gera þeirri arfleið sem að Halldór Laxness skildi eftir sig á sómasamlegan hátt eins háttmyndur höfðu og þeirri arfleið ber. Takk. Varðandi 9. mál, Sigrún Gjörsvel. Já, ágæti forseti, það er 9. mál, það er Leirvogstungumelar, stöðuleyfi fyrir vinnubúðum. Á síðasta fundi bæjarráðs þá vísum við þessu máli til frekari meðhöndlunar hjá bæjarstjóra. Ég var þá ekki búin að gera mig grein fyrir hvernig í þessu máli lá, þannig að ég vil koma því á framfæri, ég fór að skoða þetta nánar, ég vil koma því á framfæri að þarna á byggja vinnubúðir fyrir erlenda verkamenn. Það eiga að vera 3 starfsmenn í hverju húsi. Herbergin sem að þessum mönnum er ætlað að búa í, þau eru rúmir 8 fermetrar á stærð og það er sem sagt lágmarksstærð barnaherbergis á Íslandi sem að þessum mönnum er ætlað að búa í. Og mér langaði bara að koma þessum upplýsingum á framfæri vegna þess að mér finnst þetta mjög brýnt að skoða þetta líka út frá þessum vinkli að þarna er ekki verið að búa vel að fólki eins og stendur í gögnum málsins og mér finnst að hafa þurfi þetta í huga þegar að rætt er við þetta fólk. Nú bara til upplýsingar þá skal það upplýst að það er búið að fella fyrir þó nokkur síðan lágmarksstærð herbergja úr reglugerð. En Haraldur Gjörsvel. Já, forseti, bara varðandi mál þarna númer 9 þar sem að var óskað eftir afstöðu bæjarins til að reisa vinnubúðir á Leirvogstungumelum. Að ég bara vildi upplýsa það því það er búið að fara hér í pontu vegna þessa máls að mér var falið að afla upplýsinga þetta tiltekna mál. Sá fundur hefur ekki átt sér stað. Hann verður vonandi að koma honum á sem fyrst og ég líti á það sem mitt verkefni frá bæjarráði að fá upplýsingar nákvæmar það með hvaða hætti þessir aðilar
hafa hugsað sér að reisa vinnubúðir fyrir starfsfólk sitt á þessum stað og auk þess að fá upplýsingar hvaða starfsemi þeir hyggjast reisa á þessum stað líka, því að í viðkomandi erindi var það sagt að þeir aðilar væru við það að eignast ákveðnar lóðir á þessu svæði. Og ég held að það sé líka mjög mikilvægt að það sé horft til þess skipulags og þeirra stefnumörkunar sem að þetta svæði ríkir. Þannig að ég held að við ættum kannski varast að leggja dóma á málið fyrir að við erum búin að fá þær upplýsingar sem að það nauðsynlegar eru til þess að gera það. Ég vildi þó upplýsa það að það hefur áður verið vinnubúðir á þessu svæði. Ístak var með vinnubúðir og reyndar enn, ekki þó í sama mæli og var, með vinnubúðir fyrir fjölda starfsmanna sinna á Leirvogstungumelum. Og ég held að það verkefni sem slíkt hafi verið ágætlega að því staðið og vel farið um fólk og starfsmenn. Og að sjálfsögðu þarf að fara eftir lögum og reglum hvað slíkt varðar. Þannig að ég held að við ættum nú bara að bíða þangað til að þessar upplýsingar leggja fyrir og fella það þær þegar það og taka afstöðu til málsins þá. Fleiri sem æskja þess að taka til máls þessa fundargerð. Sigrún Björnsvöl. Já, ég tek til máls undir sama máli. Mig langaði bara að benda á það að þessar upplýsingar sem ég var að bera hér á borð fyrir bæjarstjórn, þær eru í fylgigögnunum sem fylgdu þessu máli, þannig að þetta er ekki einhverja upplýsingar sem ég hef einhver stað annar staða frá, heldur þetta er bara í gögnunum sem fylgja málinu. Fleiri sem æskja þess að taka til máls? Ef ekki, þá áður við göngum til afgreiðslu á fundargerðinni, þá Kolbrún beðum orðið Björnsvöl. Já, takk forseti. Það varðandi mál 1.5 og 1.6. Ég er tengd þar umsækjanda varðandi lóðirnar í Desamýri 8 og 9 og hefði skapast ykkur umræðum þessa úthlutun, þá hefði ég vikið að fundi strax en ég kýsa núna að víkja að fundi eða verða ekki við afgreiðslu fundargerðarinnar. Ég kom hvergi nálægt umræðinu úthlutun á undirbúningi og hef kosið það að vera algjörlega til líðar við þetta mál. Þannig að ég kýst það núna að ég víki bara á fundi á meðan að þið afgreiðið fundargerð. Þau afgreiðum þessi 2 mál, 5. og 7. mál. Já, það er kannski bara fínt að gera það. Ljómandi, það er óskum það að 5. og 7. mál verði afgreitt sérstaklega. Vill að einhver að þau verði borin upp í sitt hvoru lagi eða bara saman? Bara saman. Þeir sem að staðfesta afgreiðslu bæjarráðs á 5. og 7. máli gjörðu svo ekki að merki. Takk fyrir. Það er samþykkt með 8 atkvæðum og Kolbrún, gjörðu svo vel. Það heyrist alltaf, ég tali gegnum það. Nú, þá ber ég fundargerðina upp að öðru leyti, þeir sem að staðfesta hana gjörðu svo ekki að merki. Og hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá komum við að fundargerð 240. fundar fjölskyldunefndar sem haldin var 19. febrúar. Orðið er laust fundargerðina. Ef enginn kveður sér hljóðs, þá er umræðum lokið. Þeir sem að staðfesta gjörðu svo ekki að merki. Takk fyrir, hún er staðfest með 9 atkvæðum. Því næst tökum við fyrir fundargerð 195. fundar menningarmálanefndar sem haldin var 16. febrúar. Orðið er laust þá fundargerð. Bjarki, gjörðu svo vel. Já, forseti og góði fundarmenn, ég kem upp undir máli nr. 1 á fundi menningarmálanefndar, nr. 195. sem hljóðar þannig: erindi vegna heimasíðu Guðmund frá Miðdal. Lokaskýrsla lögð fram til upplýsinga. Ég vildi vekja athygli á þessu máli. Þetta hefur verið styrkt af bænum
og vekja athygli á þessum sveitang okkar hérna sem að ólst hér upp í Miðdal við skammt frá Hárvatni og sleit hér barskónum og reyndar byggðis bústað þar seinna í fyllingu tímans og hér tók að mikið þátt í þeirri vakningu sem var hér fyrir bil 100 árum. Sérstaklega í ungmennafélaginu Afturöldingu og átti síðan eftir að vera landsfrægur listamaður á mörgum sviðum. Guðmundur frá Miðdal, hann kennir sig við bönsku slóðurnar hérna í Miðdal, hér í Mosfellssveit og það er búið að opna heimasíðuna en það kemur jafnvel fram í fylgigögnum að það á eftir að efla hana og slóðin er middalur.com. Vil vekja athygli á þessu ágæta máli og gott að bærinn hafi verið þátttakandi í því að koma því á fót. Sigrún Gjörsvel. Já, ég kem hér upp undir máli númer 3 ágæti forseti. Umræður reglur er varða kaup á listaverkum og uppsetningu þeirra í sveitafélaginu. Það var fulltrúi íbúahreyfingarinnar í menningarmálanefnd, Hildur Margrétardóttir, sem óskaði eftir að þetta mál yrði tekið á dagskrá og það var svona að gefnu tilefni. Hún taldi sem sagt og hafði tekið eftir því að Mosfellsbær var að kaupa listaverk sem ekki hefðu sem sagt farið fyrir menningarmálanefnd og fyrsta menningarmálanefnd væri yfir höfuð með þetta hlutverk í Mosfellsbæ. Þá fannst henni rétt að spyrja út í þetta og niðurstaða sem sagt menningarmálanefndar var sú að það væri æskilegt að leita sér eftir umsögn menningarmálanefndar við kaup á listaverkum í og við stofnanir og önnur mannvirki bæjarins. Og ég er að lesa sem sagt upp úr þessu. Það er í samræmi við það hlutverk með leyfi forseta. Það er í samræmi við það hlutverk sem nefndinni hefur verið falið í stjórnskipulagi Mosfellsbæjar, stendur í bókuninni. Og ég bara fagna þessu, það er bara mjög mikilvægt að við séum með skýra línur í öllum svona málum. Allt sé gegnsætt, hvernig staðið er að listaverkakaupum og náttúrulega öðrum kaupum og ég bara fagna þessu. Anna Sigurðardóttir. Forseti, ég kem hér upp undir þessu sama máli og það er fulltrúi íbúahreyfingarinnar. Þetta mál snýst skreytingu á Hringtorgi í bænum sem að fulltrúar í menningarmálanefnd höfðu ekki aðkoma að samþykkja eða tjá sig á nokkurn hátt og það var bara mjög gott að fulltrúi íbúahreyfingarinnar í menningarmálanefndinni óskað eftir umræðu þetta mál. Nú var ég bara ekki alveg nú að fljóta að finna samþykktum menningarmálanefndina en mig minnir endilega að þar komi fram að þetta er að koma hérna held ég að hún eigi að hafa umsjón með svona skreytingu bæjarins. Nú finn ég ekki akkurat, hafa umsjón með listaverkaeign og útilistaverkum. Reyndar segja náttúrulega hér bara hafa umsjón með, en mér finnst einhvern veginn liggja í hlutarins eðli að það hljóti að vera á verksviði menningarmálanefndar að taka umræðu listaverk í bænum. Allavega held ég, finnst mér ekki eðlilegt að það séu einhverju embættismenn á einhverju vissu sviði í bænum sem taki svona ákvarðanir. Með fullri virðingu fyrir listsmekk þess fólks, þá held ég að þegar við erum að skreyta bæinn okkar, þá þurfum við að hafa einhverju svona heildarsýn í huga. Og
og mér finnst líka merkilegt þá, þess að mér skilst að þessi hestur sem ég reyndar nútli bara að opna mig með það, mér finnst hann alveg rosalega flottur sko, en ég ekki viss að ég sé með ríkissmekkin í þessu, en þetta náttúrulega, hann kostaði sitt, ég ekki með þá upphæð á Hraðbergi hér, en það veldur því að maður fer að hugsa sko, hvar erum við að setja peningana ef að umhverfissviðið á einhverja 100.000 kalla til þess að setja í svona verkefni en menningarmálanefndin hefur takmarkað fé til þess að færa okkar umhverfi með listsköpun eða kaupum á listaverkum. Mér státti þurfa að hugsa það líka og mér skilst að þessi peningar hafa komið að það hefur verið einhverju peningar til þess að ganga frá þessu torgi og gott og vel, fínt, en mér finnst bara rík ástæða til og mér finnst í raun og veru menningarmálanefndin orða þetta bara mjög pent og vera mjög kurteis þegar hún telur æskilegt að leita sér eftir umsögn menningarmálanefndar við kaupa á listaverkum og vegna þess að það í samræmi við það hlutverk sem nefndin hefur verið falið í stjórnskipulagi Mosfellsbæjar og þá snýst þetta nefnilega að við sjálf virðum stjórnskipulagi, við setjum reglur, við setjum nefndunum samþykktir og ákveðum hvernig hlutirnir eiga að ganga fyrir sig í okkar góða sveitarfélagi og þá þurfum við að passa upp á að við gerum það og fylgjast með þessu og ég treysti því að næst þegar að finnast peningar til þess að setja upp útilistaverk í Mosfellsbæ að þá verði menningarmálanefnd kölluð til ráðslags það. Takk. Bryndís Gjörsvel. Forseti, kæru bæjarfulltrúar, ég ætla að fá að taka til máls undir þessum sama lið, umræður reglur varða kaup á listaverkum og uppsetningu þeirra í sveitarfélaginu. Og ég ætla nú líka að lýsa því yfir að mér finnst hesturinn á umræddu hringtorgi virkilega fallegur og skemmtilegt verk og við í skipulagsnefnd ákveðum að nefna hann Hörð í ljósi þess að við höfum nefnt núna götuna sem að liggur út frá hringtorginu, Harðarbraut, ég ekki að fara rétt með það? Var ekki Harðarbraut? Já. Mér þykir þessi ábending frá menningarmálanefnd bara góð og gilt og það ágætt að það sé minnt á þetta hlutverk þeirra. En það rétt eins og kom hér fram í máli bæjarfulltrúans að þetta hugmynd sem hefur komið inn á umhverfissviði og mögulega í tengslum við Ásgarð en þeir unnu þetta ágæta verk og þetta bara varð að veruleika á skömmum tíma og mér fannst þetta reyndar bara mjög vel til fundið og falleg lausn á þessu hringtorgi. Ég skal á það minnt að hringtorgin sem eru hér innanbæjar hafa almennt verið á forræði umhverfissviðs garðyrkjudeildar því bara að nefna, það ekki mörg listaverk sko, þannig að þetta í fyrsta skipti sem farin þessi leið og það hafa reynda mjög margir aðilar komið á máli við mig og hrósað einmitt þessum ágæta hesti á þessu fína hringtorgi og fyndist þetta vel til fundið og einn aðili hefur líka ljáð máls á því að honum fyndist áhugavert að halda áfram með þessa hugmynd þannig að hringtorg hér í Mosfellsbæ væru almennt markuru með einhvers konar útilistaverki sem að tengdust þá sérstaklega hreyfingu og íþróttaiðkun, útivist og þess aftar. Mér finnst það reyndar býsna góð hugmynd og þætti vænt ef menningarmálanefnd myndi þá vinna áfram með það. En ég ætla að segja eins og þetta ágætis ábending og sjálfsagt að hafa það í huga að þá finnst mér nú líka oft mjög gott þegar starfsfólki okkar hefur frumkvæði og svolítið frjálsræði til að framkvæma hugmyndir sem upp kunna koma. Við ætlum nú bara líka að minna á það að við erum hér með einhverja tegund útilistaverka á strætóskýlum. Það var hugmynd sem spratt hér upp fyrir nokkrum misserum síðan að það væri kannski gaman að mála strætóskýli og umhverfissvið fór þá í það að ráða til verksins ungan listamann hér á Mosfellsbæ. Það verkefni sem fór til að mynda ekki fyrir menningarmálanefnd. En engu að síður held ég að við höfum flest verið hér sammála það að þetta var mjög góð hugmynd og heppnaðist einstaklega vel. Þannig já, það það sem ég vildi segja þetta ágæta mál. Anna Sigríður Gjörsvel. Já, takk forseti. Ágætt innlegg hjá bæjarfulltrúa Bryndísi. En það breytir því ekki og ég ætla að vona að það mátti skilja á máli hennar að
ég væri sérstakur talsmaður þess að hamla hugmyndir frá fólki ef ég vil leggja eitthvað sérstakann skilningi, en ég held samt hún hafi ekki mynd það. Sko, það gott að fólk hefur hugmyndir, en setjum þær í réttan farveg og fyrst og fremst förum að stjórnskipulaginu sem við settum sjálf. Og látum menningarmálanefndina koma að svona málum. Af því sögðu þá ætlum við bara að benda formanni skipulagsnefndar á það að það mál manna í þessum bæ að hrossið sé meri og það þurfa að endurnefna hrossið. Haraldur Gjörsvel. Harða. Já, forseti, ég ætla að tala undir þessu máli, en þetta reyndar ekki alveg í svipinn í hug kvenkyns orði yfir karlmannsnafni Hörður. Harða. Ég veit ekki hvort að Harða er Bryndís. Já, eða Bryndís, eða bara annars yfir. En tek undir það að þetta er skemmtilegt verk, vel heppnað, komið sér vel sérstaklega þessum stað og ég hef ekki heyrt nokkurn mann hallmæla því eða öllu heldur allir þeir sem hafa tjáð sig það við mig hafa og opinberu vettvangi hafa lýst yfir ánægju sinni með það. Ég er alveg sammála því sem að hefur komið fram að það hefði farið betur ef að menningarmálanefnd hefði verið höfð með í ráðum í þessu tiltekna máli. Því að það má alveg til sanns vegar að færa að hér séum útilistaverk að ræða. Og ég held að ég sem æðsti embættismaður bæjarins fari bara með þau skilaboð til okkar fólks. Þannig að það verði lítið til þess ef annað svona tækifæri kemur eins og þetta að fá þennan skemmtilega vinnustað Ásgarð í Lágavaðsfoss sem hefur gert mjög margt fallegt hér í bæ. Ef eitthvað viðlíka tækifæri kemur annað hvort frá þeim með einhverjum öðrum að skreyta bæinn, þá sé það gert með þeim hætti sem við höfum ætlast til að sé gert. Ég bendi líka nefna annað hringtorg sem er líka með að mínum mati útilistaverki. Það er hringtorgið við Álfaskosina á Vesturlandsveginum sem er að mínum mati líka mjög vel heppnað. Það er merki Mosfellsbæjar greyft inn í hringtorgið og er mjög skemmtileg hugmynd finnst mér að skreytingu þess hringtorgs og það má alveg líka færa rök fyrir því að það sé útilistaverk. En eins og kom fram áðan þá er náttúrulega hér að ræða fjármunir sem eru ætlaðir til gerðar hringtorgsins, það eru ætlaðir fjármunir í skreytingar og í þessu tilfelli voru þeir fjármunir notaðir í að fá að kaupa þennan fallega, skemmtilega hest á þennan stað. En ég skal koma þessum skilaboðum og ábendingum bæjarstjórnar hvað þetta varðar til skila hér í okkar embættismannakerfi. Ég ætla ekki að sjálfum mér orðið. Það er varðandi þessa bókun menningarmálanefndar sem er í besta falli túlkun á samþykkt menningarmálum. Þetta er ekki bein tilvitnun í samþykktirnar og þar er aftur á móti í 4. grein segir að gera tillögu til bæjarstjórnar styrki úr bæjarsjóði til lista- og menningarstarfsemi að hafa umsjón með lista- og menningarsjóði bæjarins og gera tillögur að úthlutun úr sjóðnum. En það er hvergi kveðið skýrt á orði með þessum hætti eins og bókun menningarmálanefndar segir hér á þessum í 3. máli hér á 195. fundi. Ég ger ekki neinar athugasemdir að við vinnum þetta með þessum hætti en mér finnst bara fólksins vegna rétt að, svo ég vitni við góðan mann hérna í bæjarstjórn sem noti orðið fólksins vegna, að það komið fram að þetta kemur ekki skýrt fram í samþykktum menningarmálanefnd. Ég er með ansvar, ég óskar með ansvar í fólkið. Stutt ansvar, Gjörsvel. Mjög stutt. Forseti, takk fyrir að hleypa mig í pontu í 3. skipti í stutt ansvar. Þetta er reyndar ekki ansvar. Sko, ég tók það fram í mínu máli, ef að forseti hefði nú hlustað mjög nákvæmlega á það sem ég sagði, þá
þá las ég upp hérna eina greinina að hafa umsjón með listaverkaeign og útilistaverkum og tók það sérstaklega fram sem sagt að þetta væri umsjón, ekki hérna, ég man ekki hvað orð ég notaði nákvæmlega, við getum flettið upp bara á fundunum við upptökunni seinna. En það breytir ekki andanum sem að felst í hvernig við verkskiptum nefndunum innan sveitafélagsins. Og auðvitað hérna er gott að vera alltaf í forminu og formsins vegna ætla ég ekki að hafa þetta ansvar mikið lengra, en ég held að við séum samt öll svona þokkalega heyrislega sammála að við viljum draga menningarmálanefndinni inn í svona verkefni í framtíðinni. Takk forseti. Sigurður Gjósvel. Já, ágæti forseti, ég kem fram undir sama máli og sko, það eru mjög mörg teygjanleg hugtök í reglum og samþykktum og eflaust er þetta eitt af þessum teygjanlegu hugtökum. Eins og fólk veit þá hefur forsætisráðherra sérstakann hátt á styrkveitingum, hann sendir svona SMS og það er til dæmis ekki talin mjög smekkleg aðferð eða lýðræðisleg. Ég tel að það sé eðlilegt að menningarmálanefnd hafi þetta hlutverk þó að þessi umsjón sé teygjanlegt hugtak. Ég tel líka og í sambandi við öll styrkjamál að það sé bara einfaldlega mjög mikilvægt að við gætum jafnræðis, að allir eigi kost á því að geta sótt óskað eftir því að bærinn veiti kaupi listaverk, að það sé ekki verið að velja svona handvelja fólk og kaupa því listaverk, heldur bara að þetta sé á jafnræðisgrundvelli. Og þannig er með alla styrkveitingar eða innkaup á listaverkum og svo framvegis. Það þarf bara að ríkja gegnsæi og það þarf að ríkja jafnræði allt slíkt. Haraldur Gjósvel. Það fannst bara áskipt enn og aftur út af þessu. Ég er reyndar, það hljóta nú eitthvað misskilningur hér á ferðinni. Hér er ekki neina styrkjaræða. Hér er verið að kaupa vinnu af vinnustað í bænum, Ásgarði. Og ég held að listamenn túlki það nú yfirleitt ekki þannig að þegar að þeim sé keypt listaverk, hvort sem það er Ásgarður einhver aðrir, styrki, að það sé styrkveitingar í því formi. Þannig að ég vil nú bara koma því á framfæri. Fleiri sem óska eftir að taka til máls fundargerð menningarmálanefndar, ef ekki þá er hún borin upp til samþykkta. Þeir sem að samþykkja kjósa og gefa merki, takk fyrir, hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Því næst tökum við fyrir fundargerð 407. fundar skipulagsnefndar frá 16. febrúar, Theodór Gjósvel. Forseti, ég langar að ræða lið 12. Það er deiliskipulag við stækkun Æðarfuglabús að Suðurreykjum. Það er aðeins að fjalla það, ég hripaði hjá með smá texta því að ég er búinn að velta svo mikið fyrir mér og hlusta miklu umræðu og í mæ 2014 var lögð fyrir skipulagsnefnd verkefnalýsing fyrir gerð deiliskipulagsins og tillögum var unnin af forsvarsmönnum Reykjabúsins og markmiðið þeirra var að bæta aðstöðu með frekari byggingum á lóðinni. Þessu suma húsum eru notuð þetta árum gömul. Þarfnast lagfæringar á lögum þeirra óhentug starfseminni, eins og segir í texta þeirra. Þá kemur líka fram að óveruleg aukning á umfangi búsins sé að ræða, sem í stuttu máli verið að bæta húsakostinn og aðstæður dýranna. Og þeir hafa viljað til þess að Reykjabúið að atburða aðbúnaður og rekstur sér til fyrirmyndar. Með þessari sömu tillögu þá eru skýringarmyndir sína uppbyggingu lóðinni og húsinn og frekari grein gerð fyrir þeim.
og kemur líka fram að skipulagssvæðið er borið að gildandi skipulagi, aðalskipulagi okkar, merkt 320 sem er landbúnaðarstarfsemi alifuglarækt. Og í lýsingunni kemur fram að varma og renning gegnum skipulagssvæðið, að hún sé á náttúruminjaskrá og umhverfið hana sé hverfisvernd. Þetta kemur fram í verkefnalýsingunni á sínum tíma og þær umsagnir sem liggja fyrir í málinu taka mið af upphaflegri verkefnalýsingu og það er ekkert vikið að því að ný fráveitulögn Mosfellsbæjar muni liggja gegnum lóðina og að við lögn hennar sé gert ráð fyrir hliðinu varmar alltaf 5 metrum á afmörkuðum kafla til að koma henni fyrir. Líkt og kemur fram í skipulagstillögu núna eftir að búið að vinna þessa vinnu eins og á að gerast bara í formi og svo formsins sé gætt og þá er þessi vinna búin að fara fram og á tímanum hefur þetta breyst. Og við þekkjum ágætlega til umræðan sem farið fram deiliskipulagstillöguna sem nú liggur fyrir og umræða okkar nær eingöngu færslu varmálunar og það er auðvitað skiljanlegt. En hitt er að áætlanir forsvarsmanna Reykjavíkurbúsins stækkun búsins, endurnýjun húsakosta, bættan aðbúnað fuglana, aukna mengunarvarnir sem munu minnka lyktarónaði. Heyrist mér allavega okkur þessi svona almennt sátt og við höfum minni tíma varið í það að ræða það. Og bara að þessu sögðu og hafa skoðað málið er ég bara þeirra svona orðindáldi þeirra trúar að við höfum jafnvel að vísa máluna aftur til skipulagsnefndar með þessar upplýsingar og þessum horfum til þess að þátt og áðurum tökum næstu skref. Og kannski þessu tengt, það er eiginlega 20 eða 30 sem að kemur í hugan vegna þess að við ákvæmum líka á 1237. fundi bæjarráðs í nóvember 27. og samþykktum í bæjarstjórn á 661. fundi að fela umhverfisins að vinna heildarúttekt aðgerða vegna stígs meðfram varmá. Skilgreining hvað þarf til að viðhalda stígum í góðu ásökunarlegu og hvaða aðgerðir eru nauðsynlegar á hverjum stað fyrir sig og vinna að drögum á kostnaðarmati. Og okkur hefur á þessu tímabil líka verið sagt að það sé hagkvæmt og það sé hagkvæmur samfara því að fráveitulögnin sem fari þjóni búinu og nærliggjandi svæðum fari land Suðurreykja. Ég held að það sé óumdeilt. Það er betur hún fari í gegnum landið. Og ég sé enga ástæðu til að við hverjum frá því. En hvort rétt sé að tengja þá aðgerð við úrbætur á stígnum með varmá finnst mér fyrir að skoða frekar og þá í tengslum við fyrri ákvörðun aðra stíga við varmá. Það er að segja, eftir að hafa skoðað þetta, ég sé ekki þessi tillaga sem liggur fyrir kann að vera best, kann að vera hagkvæmust. Ég sé ekkert að hún trufli okkur hins vegar í því að upphæðlega skipulagstillöguna, það er að segja við getum rætt skipulagstillöguna og þeir geti byggt upp sín bú áfram þó að við skoðum hlutina í öðru samhengi, tökum við tilbaka og kíkjum á þessu tillögum hvort það séu aðrar leiðir færar heldur en að færa eða allavega skoða það betur á hana við stökkum á staði í verkefni. Þetta er bara svona mín eftir að rýnt öll gögnin. Ég vissum að við gerðum rétt og erum að gera rétt. Þetta er allt formið heldur alveg. Ég er að velta fyrir mér sko hvort að við í skipulagsnefnd ættum ekki eða tími í það í klukkutíu umræðu þar hvernig best að framkvæma þetta og hvort að við séum að fara nákvæmlega bestu leiðina, hvort að líka eitthvað á með það eða tengja það við aðra vinnu okkar við varmána og bakka hennar. Þannig svona í stuttu máli þetta sem að mér langaði að segja þetta verkefni. Takk fyrir. Ég lít svo á að hér sé komin dagskrártillaga að þessu máli verði vísa til baka til skipulagsnefndar. Þeir sem eru samþykkir því gjörðu svo að gefa merki. Takk fyrir, þá er þetta mál farið af fundinum og orðið að laust fundagerðina að öðru leyti. Sigurður, gjörðu svo vel. Ágæti forseti, ég mótmæli þessari málsmeðferð. Ég er reyndar hjartanlega sammála þeirri tillögu að það eigi að vísa þessari tillögu aftur til skipulagsnefndar en mínar forsendur eru hins vegar, hljóða hins vegar, allt öðruvísi en þær forsendur sem að Theodór var að tala hérna. Og mér langar bara til þess að bæjarstjórn fá að heyra þær. Og ég óska eftir því að fá að segja frá mínu vinkli á þessu máli. Við þarfum bara að leita afbrigða því að það er
það er búið að bera hér upp dagskrártillögu og þar með þýðir það að málið er farið af fundinu. Já, ég finnst ég bara ber það hér með undir fundin. Forseti, mér finnst það kannski eðlilegt þar sem að svo hefur kannski geta heimilað umræður tillöguna. Eðli dagskrártillaga er að það ber að bera þær upp strax. Það er bara innifalið í þeim. Það er engin undanbröð með það. En ef að eru bæjarfulltrúar sáttu við það að hún fái að lýsa skoðunum sínum og við höfum þá stutta umræðu þetta? Já, forseti, en ef ég mætti gera grein fyrir atkvæði mínu sæti þá finnst mér eðlilegt að umræðan sé, þú veist, ég er ekki viss að Theodór hafi ætlað að bera fram dagskrártillögu. Það er bara eðli tillögunar dagskrártillaga. Ok, við kunnum ekki greina nógu vel á formi. En fyrir mitt leyti samþykki ég á að þetta sé rætt. Ágæti forseti, ég þakka fyrir að fá að segja frá mínu vinkla á þessu máli og ég fagnar tillögu Theodórs að vísa þessu aftur til skipulagsnefndar. En ástæðan fyrir því að ég vil óska eftir því að þetta fari þangað aftur er svo að sem sagt er margþætt en þó í grófum dráttum svo að í skipulagsferlinu hafi þeirra upplýsinga ekki verið aflað sem nauðsynlega má telja til að bæjarstjórn geti yfir höfuð tekið ákvörðun að senda deiliskipulagi í auglýsingu. Og ég ætla til að gera langa sögustutta af því að ég er hér með greinargerð sem að ég skrifaði með þessari tillögu, þá ætla ég að byrja því bara að lesa þá tillögu. Ef að þið viljið síðan fá einhverja útskýringar á því sem ég þarf fram að færa, þá er það náttúrulega bara velkomið. En tillagan er svona: bæjarfulltrúi íbúðarhreyfingarinnar gerir að tillögu sinni að bæjarstjórn samþykki ekki þá tillögu skipulagsnefndar að auglýsa deiliskipulagstillögu fyrir alifuglabú við Suður-Reyki samkvæmt 41. grein skipulagslaga. Ástæðan er sú að í skipulagsferlinu hefur þeirra upplýsinga ekki verið aflað sem nauðsynlegar má telja til að númer 1. Bæjarstjórn geti tekið ákvörðun að senda deiliskipulagi í auglýsingu og 2. Íbúar geti tekið afstöðu til áhrifa skipulagsins í sjálfu umsagnarferlinu sem fer í hönd ef bæjarstjórn samþykkir að senda tillöguna í auglýsingu. Vegna þess að það vantar og sem sagt, best ég haldi bara áfram með þetta, þau gögn sem enn á eftir að leggja fram til að hægt sé að senda deiliskipulagsáætlunina í auglýsingu eru lýsing á skipulagsverkefninu í heild, ekki bara einkaframkvæmdinni í tengslum við alifuglabúið. Það er ekki búið að senda lýsingu í heild til umsagnaraðila og þetta er samkvæmt 40. grein skipulagslaga. Númer 2. Umsagnir fagstofnana lýsinguna samanber sömu grein lagana. 3. Umsagnir Umhverfisstofnunar og Náttúrufræðistofnunar deiliskipulagi samanber 68. grein nýrra náttúruverndarlaga. Og númer 4. Kynning á umsögnum lýsinguna á skipulagsverkefninu í heild sinni, ekki bara einkaframkvæmdinni eins og nú er búið að gera, meðal íbúa eins og 40. grein skipulagslaga gerir ráð fyrir. Auk þess að uppfylla lagaskyldu telur íbúðarhreyfingin það þjóna lýðræðislegum stjórnarháttum og gegnsæi að undirbúa skipulagið með faglegum hætti og leggur því til ofangreinda tillögu. Þetta er sem sagt tillagan sem að ég vildi tala fyrir og ég er með greinargerð þar sem ég skýri þetta mál
Ef þið hafið áhuga á því að hlusta á hana, þá get ég lesið hana upp. En ég ætla að leyfa ykkur að ákveða það. Eða Hafstein ykkur. Þér hafði ykkur náttúrulega ljóst fyrir að málið er hjá skipulagsnefnd. Við vorum að vísa því til skipulagsnefndar hérna áðan og þannig að þar er málið statt. Fleiri sem æskja, ég held að við eigum nú ekki að gera langa umræðu þetta 12. mál. Ég ætla að biðjast undan því ég held að það sé eðlilegt að það sé rætt í skipulagsnefnd þar sem við vorum að samþykkja að væri þar. En eru ykkur fleiri sem hafa brennandi knýjandi þörf til þess að tjá sig stuttlega þetta Bryndís Gjórsóvel? Það eru forseti og það eru bæði fulltrúar. Ég biðst afsökunar á því að þekkja greinilega ekki nógu vel formið en þá þegar borin upp dagskrá tillaga þá byrja bara að afgreiða hann og hana mig ekki ræða. En það er örugglega rétt hjá forseta að svo sé. En út af því ég sá nú margir voru bara eitt spurningamerki við borðið og voru að velta fyrir sér hvað ætti sér eiginlega stað, þá finnst mér ástæða sem formaður skipulagsnefndar að koma hér upp og segja að ég styð tillögu Theodórs áðan að vísa málinu aftur inn í skipulagsnefnd. Ég lýsi mig samt algjörlega ósammála þeim rökum sem framkomi í málflutningi bæjarfulltrúa íbúahreyfingarinnar. En ástæða þess að ég held að það sé ástæða til þess að taka þetta aftur fyrir inn í skipulagsnefnd er svo að á uppdrættinum sem við ætluðum að fara að auglýsa vorum við búin að markera línu fyrir fráveitulögnina. Það er ekki endilega skipulagsskylt að sýna nákvæmlega legu á fráveitulögninni. Það hefur verið æskilegt að hafa kvöð það að fráveitulögnin færi þarna í gegn og að betur athuga máli inn á umhverfissviði þá er þetta kannski svo leið sem þarna er lögð fram ekkert endilega svo allra besta. Það þarf að fara í aðeins betri vinnu að greina kostnað við bæði lagningu fráveitunar og þá göngustíg og annað þess áttar og árbakkan og þess vegna sé ástæða til þess að taka uppdráttin aftur inn í nefndina, gefa umhverfissviði færi á að fara betur yfir þessa framkvæmd, hver eru bestu kostinni fyrir sveitarfélagi, hvað er hagkvæmasta og besta leiðin og auglýsa þá eða samþykkja það aftur til auglýsingar þegar þeirri skoðun er lokið eða þá hreinlega bara að kippa þessu með lagningu fráveitulagnarinnar út og setja það bara inn kvöðina. Þannig að það er ástæða fyrir því að ég styð að þetta fari aftur inn í nefndina í þessu umfjöllun. Þá lít ég svo á að umræðu þennan ágæta 12. lið sé lokið. Orðið er laust fundargerð 407. fundar skipulagsnefndar dagskrárlið 1-11. Ef enginn kveður sér hljóðs þá ber ég fundargerðina upp þeir sem að samþykkja kjórsókjarmerki. Hún er samþykkt með 8 atkvæðum. Þá tökum við fyrir fundargerð 407. fundar skipulagsnefndar sem haldin var 23. febrúar. Orðið er laust fundargerðina. Ef enginn kveður sér hljóðs þá er umræðan lokið. Þeir sem að samþykkja fundargerðina kjórsókjarmerki. Takk fyrir. Hún er samþykkt með 8 atkvæðum. Er einhver á móti? Engin mótatkvæði. Þá tökum við fyrir fundargerð 32. fundar ungmennaráðs sem haldinn var 17. febrúar. Anna Sigríður, gjörðu svo vel. Forseti, ég kem hér upp í pontu undir fundargerð ungmennaráðs, sem sagt 32. fundar og það er mál númer 1 sem mér langar aðeins til að ræða hér. Það snýst ungmennaráðstefnu Ungmennafélags Íslands, Ungt fólk og lýðræði 2016 sem er mjög forvitnileg ráðstefna eða fundur sem að Ungmennafélagið stendur fyrir og sú athugasemd sem ég ætlaði samt að gera við afgreiðslu nefndarinnar eða svona kannski ég bara fór að velta fyrir mér að nefndin bókar sem sagt að það er lagt fram til kynningar sem sagt þessi fundur, þessi ungmennaráðstefna
Ungmennafélags Íslands og svo bókar ungmennaráðið, fulltrúar í ungmennaráði eru hvattir til að sækja ráðstefnuna. Í fyrsta finnst mér alltaf sérkennilega orða kannski hjá ungmennaráðinu, látu það vera. Sko, mér finnst eiginlega alveg einboðið að ungmennaráð Mosfellsbæjar sendi fulltrúa á þessa ráðstefnu og það eigi ekki að vera þá sko þannig að þeir krakkar sem að fái fari eða geti keyrt sjálfir heldur að bærinn sendi fulltrúa frá ungmennaráði Mosfellsbæjar á þessa ráðstefnu. Það er ekkert að lesa það út úr bókun ráðsins að þannig sé það, þannig ef að þetta er rangt hjá mér og bærinn sé að senda fulltrúa þá er það bara mjög gott en og þá vona ég að ég verði þá bara leiðrétt en mér finnst þetta ekki gott ef að þetta á að vera þannig að þeir krakkar sem hefðu áhuga í ungmennaráðinu að þeir þyrftu að fara á sinn eigin kostnað austur á Selfoss. Já, ég held að sé allavega ekki meira þetta. Haraldur Gjörsvel. Forseti, sem hér upp vegna þessar athugasemda bæjarfulltrúar Önnu Sigríðar. Þetta er náttúrulega ungmennaráðið sjálft, það er að segja ungmennin sem að eru að gera þessa fundargerð og halda hennar fund og bóka þetta með þessum hætti. Ég hef engar sérstakar upplýsingar það okkur það var gert svona en ég veit þá til þess að í gegnum tíðina, þetta er náttúrulega fyrst skipti sem að svona fundir eru haldnir af hálfu Ungmennafélagsins, Ungmennafélags Íslands, hvort að það hafi verið undir þessu tiltekna heiti manni ekki alveg, ungmenn og lýðræði eða einhver öðru, ég ætla ekki að fullyrða það. En oftast nær hafa fulltrúar úr ungmennaráði farið á kostnað Mosfellsbæjar á þessa fundi og oft lengri vegalend en til Selfoss. Ég held að þetta minnir að það hafi verið síðast á Ísafirði og þá hafi farið tveir fulltrúar ungmennaráðs og Mosfellsbæjar greitt fyrir það. Þannig að ég er alveg viss það að það fyrirkomulega er enn við líði ef að einhverjir úr ungmennaráðinu sjá sér fært að fara og það hefur nú reyndar stundum verið þannig man ég að það hefur ekki verið þannig að fulltrúar ungmennaráðinu hafa séð sér fært að fara en það er svona, hefur verið lögð á það áhersla veit ég af þeim starfsmönnum hér innan hús sem að vinna með ungmennaráðinu að svo sé gert þannig að ég er nokkuð viss það hefur gert í þessu tilfelli og ég hef ekki spurt fyrir það sérstaklega. Fleiri sem æskja þess að taka til máls? Svo er ekki þess. Svo er ekki þeir sem að samþykkja fundargerðina og gera svo ekki að merki. Hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá tökum við fyrir 7. mál sem er fundargerð afgreiðslufundar byggingafulltrúa sem það var 282. fundur sem haldið var 18. febrúar, orðið er laust fundargerðina. Ef enginn kveður sér hljóðs þá er umræðum lokið og fundargerðin lögð fram. 8. mál er fundargerð 153. fundar stjórnar slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins sem að haldin var 19. febrúar, orðið er laust fundargerðina. Haraldur Gjörsvel. Forseti, myndi ræða þessi ársreikning slökkviliðsins eða öllu heldur vekja athygli á því að samkvæmt honum er verulegur afgangur af rekstri slökkviliðsins af árinu 2015 og verulegir fjármunir til í sjóðum af bankareikningum þess og það býður næsta fundar að taka ákvarðanir með hvað hætti það skuli þá meðhöndlað. Ástæðan er svo að slökkviliðið fékk á árinu 2015
vann slökkviliðið mál á hendur lánasjóði sveitarfélaga gengistryggt lán og þar voru eitthvað 400 milljónir sem að, ég man rétt töluna, sem að slökkviliðið fékk endurgreitt vegna þess láns og það er nú ástæðan fyrir þessari sterku sjóðstöðu en það mun verða til umfjöllun á næsta fundi slökkviliðsins með hvað hætti með þessum fjármunum verið farið. Ég mun leggja til og óska þá eftir athugasemdum ef einhverjar eru það að í lengstu lög verði það gert með þeim hætti að slökkviliðið endurgreiði sveitarfélögunum þessa fjármuni. Ég tel ekki eðlilegt í sjálfum sér að einstök byggðarsamlög þó að þau séu 100% eigu sveitarfélagana eigi að vera geymslu staður fyrir fé. Þeim sé þá betur komið fyrir viðeigandi bæjarsjóðum og bæjarsjóður láti þá byggðarsamlögunum í fjármunni ef ákveðið vera að fara í einhverjar sérstakar fjárfestingar eða slíkar hluti. Þannig að ég vil bara óska eftir ef einhverjar athugasemdir væru við þessa afstöðu mína sem að ég mun tala fyrir á fundi slökkviliðsins næst ef engar athugasemdir hér koma fram það. Eina sem að mér dettur í huga ef það er komin tíma á einhverjar endurnýjun á tækjakosti og það er kannski að það sé gert að athuga máli. Hafðu gjörðu svo vel. Því að forseti nefndi hér endurnýjun á tækjakosti, já það er komin tíma á endurnýjun tækjakostar og það liggur fyrir 4 ára áætlun þar að lútandi að kaupa 4 nýja slökkvibifreiðar á þessu tímabili og að það sé gert með þeim hætti. En mér finnst í sjálfu sér engin ástæða til þess að allt í einu verði til einhverju fjármunir í sjóði að slíkum áætlunum sé breytt þess vegna. Þeir þurfa þá að taka þær upp sérstaklega. Þannig að en það liggur fyrir áætlun slökkviliðsins, samhentastjórn slökkviliðsins og fjármögnuð að endurnýjun á 4 slökkvibifreiðum ég minnir að það sé næstu 4 árum. Fleiri sem óska eftir að taka til máls? Ef svo er ekki, þá er umræðu lokið og fundargerðin lögð fram og þá er komið að síðustu fundargerð sem að liggur fyrir þessum fundi. Það er fundargerð 237. Stjórnarfundar Strætó sem haldinn var 12. febrúar. Orðið er laust. Bryndís, gjörðu svo vel. Já, forseti, kæru bæjarfulltrúar. Ég ætla svona að vana að fá að renna hér aðeins yfir þessa fundargerð stjórnar og ég fæ að taka það í einu lagi. Fyrsta máli voru siðareglur starfsfólks Strætó sem samkvæmt okkar reglum eiga að vera til og hafa ekki verið til hingað til. Ég get sagt að við erum búin að samþykkja þær núna en á þessum fundi vísuðum við til svona umsagnar hjá sviðsstjóra fyrirtækisins og höfum svo í kjölfari tekið þær aftur inn á samþykktar. Áhættu stefna er líka verið að vinna innan það er svo óþægilegt að hafa ekki sækja forseti fara áttaði ekki alveg á hvaða fylgjugögn fylgdu með því ég gæti ekki opnað þetta á iPadinu mínum í fljótu bragði. Það er ekki fylgjugagn sem fylgir með fundargerðinni enda er það mál sem er enn í vinnslu og er í vinnslu hjá fjármálastjóra Strætó. Nú aðal- og ársfundur Strætó 2015, þetta er nú að vera 2016 en ég veit ekki að stendur hann 2015 í fyrirsögninni en eins og ég séð í bókunni þá vorum við að tala ársfund fyrir árið 2016. Það hefur verið hefð fyrir því að byggðarsamlögin hafa haldið sameiginlega ársfundi þar sem að kjörnir fulltrúar hafa mætt. Það stendur á engu að síður í okkar starfsreglum að við eigum að halda opinn ársfund fyrir almenning og fréttamenn
Og við ræddum þetta mikið í fyrra og niðurstaðan var að halda sig við það fyrirkomulag og eflaust verður haldinn sameiginlegur fundur allra byggðasamlaga. Mér finnst það mjög líklegt og SSH hefur staðið fyrir og haldið utan slíka fundi. En við erum líka að leggja áherslu á að halda annan opinn fund málefni Strætó. Strætó er náttúrulega fyrirtæki hér í eigu allra íbúa á höfuðborgarsvæðinu. Við höfum verið mjög mikið á milli tannanna á fólki, það hefur ýmislegt verið í gangi og þetta er mikilvæg þjónusta. Og þannig okkur finnst ástæða til þess að halda fund þar sem að bæði starfsmenn og aðrir áhugasamir aðilar eru hvattir til að koma og hlusta á svona það sem að við höfum fram að færa og að eiga þá samtal við þessa aðila. Þannig að við fólum framkvæmdastjóra að vinna áfram að skipulagi á slíkum fundi. Svo í lið númer 4 sem bara heitir framkvæmd virðisaukaskatt í rekstri og verkstæði Strætó. Þar liggur fyrir með fundargerðum okkar leiðbeiningablað sem við fengum frá endurskoðendunum okkar það hvernig við ættum að meðhöndla það að reikna virðisaukaskatt á þá þjónustu sem við sinnum sjálf inn á verkstæði og ljóst að samkvæmt reglugerð þá ber okkur að gera það og við höfum þá bara falið okkar stjórnendum að fara í þá vinnu þannig að það verði reikna frá og með þessu ári. Í lið númer 5 að þá ræddum við Hestháls 14 sem eru aðsetur Strætó upp á Hestháls sem við sjáum alla gulu vagnana. Það er eins og fram hefur komið bæði í fjölmiðlum og ég fari yfir það hér að það er sem sagt lóð og húsnæði sem er í eigu Reykjavíkurborgar og er komin á sölulista eða sölu- og þróunarlista hjá því apparati sem sér eignir hjá Reykjavíkurborg og okkur var svolítið brugðið við þær fréttir og niðurstaðan er þarna eins og kemur fram í bókunni að við lítum á að meðan ekki berst formlegt erindi frá eigendum félagsins, sveitarfélögunum á höfuðborgarsvæðinu ríki það samkomulag milli eiganda Strætó BS að starfsemi fyrirtækisins sé með núverandi fyrirkomulagi á Hestháls 14. Stjórn telur að áður en grundvöllur sé til umræðu aðra staðsetningu fyrirtækisins þurfi að fara fram á vettvangi eigenda umræður framtíða fyrirkomulag Strætó meðal annars með hliðsjón af áætlunum eigenda eflingu almenningssamgangna og uppbyggingu borgarlínu samkvæmt gildandi svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins. Þannig að með þessu erum við að lýsa því yfir að þetta er okkar skilningur og ætli Reykjavíkurborg sér að selja lóðina eða gera eitthvað annað við hana þá hljóti Reykjavíkurborg að taka það upp á vettvangi eigandana, vettvangi þá stjórnar SSH eða á eigendafundi Strætó umræður það. Svo er þarna með þessu undir lið 6, akstursþjónusta fyrir fatlað fólk, þá lá fyrir minnisblað sem að fylgir hér inn í fundargerðunum okkar og þarna eru ágætis tölfræði upplýsingar, það var verið að kalla eftir því í tengslum við annað mál hér ekki alls fyrir löngu varðandi kostnað okkar, þar að segja Mosfellsbæjar að ferðaþjónustunni en þarna er líka áhugaverðar upplýsingar úr tölfræðinni varðandi fjölda ferða, hvernig þær eru bókaðar, hvort það sé almennt bókað með miklu fyrirvara eða litlum fyrirvara og það sem er full ástæða til þess að benda á þarna er að það er rosalega hátt, eða það er allt og hátt hlutfall af svokölluðum no-show, það er að segja að það er búið að panta ferð en þegar bílstjóri mætir á svæði þá er farþeginn ekki á staðnum og þetta er auðvitað kostnaður og þetta held ég að sé full ástæða fyrir okkur sveitarfélögin að fara sérstaklega yfir og við vekjum þarna máls á þessu og þetta verður þá rætt á vettvangi líka félagsmálastjórana og hvert og eitt sveitarfélag þarf að fara mjög vel yfir það og við erum þá að vinna með svona frekari greiningar hvað veldur, er þetta ofta sömu aðilarnir, hvernig getum við þá komið einhverjum ábendingum áleiðist þannig að við getum komist hjá þessum kostnaði. Þetta er eins og við sjáum hérna umtalsverður kostnaður sem fellur til vegna þessa. Og í ljósi þess að kostnaður vegna ferðaþjónustunnar hefur verið mikið til umræðu og verið mun hærri heldur en mörg sveitarfélögin höfðu gert ráð fyrir að þá er þarna augljóslega eitthvað tækifæri fyrir okkur til að laga til í þessu.
og við einmitt bókum þarna undir eins og við sjáum í bókunni. Þetta alltaf 36 milljónir á ári sem er að falla til vegna þess að farþegi ekki til staðar þegar bílstjórinn mætir. Þannig líka ágætlega farið yfir nýtingu á bílunum og annað þess að ég hvet ykkur bara til að skoða þessi gögn og endilega spyrja mig ef einhverjar spurningar kunna vakna. Fleira nú ekki í þessari ágætu fundagerð en með leyfi forseta þá langar mig að nefna eitt annað mál sem hefur verið umræðan strætó. Það ég leyfi til þess. Gjörðu svo vel. Aðeins út fyrir þessa dagskrá vegna þess að það hefur verið töluvert í umræðinni í fjölmiðlum 2 atvik sem komið hafa upp í strætó þar sem að strætóbílstjóri í öðru tilfelli vísaði ungri stúlku út úr vagninum og í hinu tilfellinu bremsaði harkalega sem olli því að farþegar duttu úr sætunum og einhverjir kenndu sér meins eftir það. Bæði svona alvarleg atvik þar sem að ekki var í hvívetna fylgt þeim verklagsreglum sem að svona hluti gilda. Þá langaði mér bara að upplýsa það og það kemur svo sem fram í næstu fundagerð að við fengum inn á stjórnarfund hjá okkur núna á mánudaginn þann starfsmann sem hefur haldið utan verklagsreglur hjá okkur og svona aðeins til að átta okkur á því hvort að við sem stjórn og stjórnendur gætum gert eitthvað meira til að koma í veg fyrir það að svona atvik geti á sér stað. Og við vorum svo sem fullvissa það að verklagsreglurnar eru skýrar og hverju bílstjórarnir eiga að fylgja. En jafnframt kom svona fram ábendingum það að við megum kannski bæta símenntunina hjá okkur og það svona aðeins botnin úr námskeið sem haldið hefur verið árlega fyrir bílstjóra og full ástæða til þess að laga það. En það annað sem kom fram á þessum fundi og mér fannst vont að heyra að strax í kjölfarið á svona umræðu sem verður í fjölmiðlum þá strax í vikuna eftir voru kærðar 2 árásir á vagnstjóra. Og starfsfólki okkar sem til þekkir, það segir að þeir geti bara alltaf lesið það út að þegar kemur upp umræða, neikvæð umræða vagnstjóra hjá strætó, að í kjölfarið verði þeir fyrir áreiti og jafnvel árásum. Og þetta eitthvað sem okkur var auðvitað sjálfsögum mjög brugðið en þetta hefur verið komið reglulega upp að það ráðist á bílstjórana hjá okkur. Og þess vegna finnst mér kannski bara ástæða til þess að ræða þetta hérna því að ég fór að hugsa að þetta væri nú aðeins svona eins og í skólunum að það hefur verið presenterað svo fyrir foreldrum að við ræðum í jákvæðum hætti skólaumhverfið þó að foreldrar kunni að hafa kannski mismunandi skoðanir á einstökum kennurum eða einhverju sem kann að koma upp að þá sé svo mikilvægt að tala með jákvæðum hætti þetta og þess vegna held ég að sé líka svolítið mikilvægt að breyta umræðinni svolítið út í samfélaginu. Það kann vel að vera að bílstjórum hafi orðið á mistök og við þurfum að fara yfir það og laga það, en það líka rosalega mikilvægt að það sé borin virðing fyrir þessari starfsstétt. Og það virðist í miður vera of algengt að það sé ekki og það svona eru aðeins að aukast skemmdarverk og dónaskapur og annað gagnvart þessum eigum okkar, vögnunum og bílstjóranum og það virkilega áhyggjuefni. Ég veit svo sem ekki hvað hvort það sé eitthvað eitt gott ráð við því en ég held að sé allavega ástæða til þess að vekja umræðin upp og að við svona fullorðna fólkið og foreldrar og aðri sem erum að ræða þessi mála beinum þessum tilmælum til ungdómsins okkar að það ber að sýna þessum aðilum virðingu og þetta er ábyrgðarmikið starf að sitja hérna og það er miklar kröfur á þeim og þeim eru auðvitað uppálagt að brosa og bjóða góðan daginn og takast á við þau vandamál sem upp kunna koma. Stundum gera það með stakri prýði en stundum fer eitthvað úrskeiðis og við verðum þá kannski líka hafa smá þolinmæði gagnvart því að fólk læri þá af sínum mistökum. En takk fyrir að fá að vekja máls á þessu þó það sé svona aðeins utan dagskrá. Takk. Sigrún Þórsdóttir. Já, ágæti forseti, ég kem hér fram undir sama máli og Bryndís var að ræða og það sem að ég vildi sagt hafa að það er náttúrulega alltaf erfitt að ætla sér að stýra opinberu umræðu og þetta tilvik sem var hann daginn, það var alveg sérstaklega alvarlegt og leit bara alveg hræðilega út. Börnin voru slösuð, lágu í gólfinu á strætó og maðurinn hélt bara áfram að keyra og það er ekkert undarlegt þó að náttúrulega að það skapist slíkt umræða.
Ég verð að segja af eigin reynslu þá finnst mér strætisvagnastjórar nú til dags mun kurteisari og tillitsamari svona upp til hópa heldur en þeir voru endilega í gamla daga. En ég vil líka segja frá atviki sem ég lenti í fyrir svona rúmu ári síðan. Þá lenti ég upp í vagni á leiðinni hingað uppbytti og ég er nú vön að sitja í rútum sem leiðsögumaður og hef stundum pröfað að keyra rútur og svo framvegis og ég hefði bara þorað að halda því fram að þessi maður, hann hefði ekki rútupróf sem var að aka vagninu. Ég hef bara ekki, við vorum flengdust fram og tilbaka vagnin. Ég kvartaði ekkert undan þessu en þetta opinbert fyrirtæki og það rosalega mikið atriði að starfsmenn kunni til verka. Ég veit að líka að það er stundum erfitt að fá strætisvagnastjóra vegna þess að þeir eru komnir í ferðaþjónustuna að vinna en þetta flókið mál og sérstaklega þegar svona alvarleg tilvik eins og þetta koma upp þá voðalega erfitt að hafa stjórn á umræðinu. Bryndís örstutt. Já, forseti, takk fyrir það. Örstutt, ég ætla ekki að gera lítið úr því atviki sem hér ræðir en bendi jafnframt á að það kann að hafa verið ein hlið söguna sem hefur verið varpað upp í fjölmiðla. Það er alltaf mjög alvarlegt ef einhver slasar sig í strætisvagni og það ber alltaf að tilkynna og það er haldið mjög vel utan slíka skráningar og ég vil jafnframt hvetja fólk til þess ef að það er í vagni og finnst verið ekið óvarlega þá er full ástæða til þess að láta vita inn í þjónustuver og það er haldið utan allar þessar ábendingar. Það er þá hægt að rekja það á hvaða hraða bíllinn var á hvaða stað og hægt að ræða við viðkomandi vagnstjóra. Aðeins út frá þessu vegna þess að öryggi svo gríðarlega mikilvægt og það er svo mikilvægt bæði fyrir okkur sem farþega og ekki sérstaklega þegar við erum að senda börnin okkar í vagnana og þess vegna svona umræða auðvitað mjög erfið og út af því að það er svo mikilvægt að við upplifum það öll að það sé öruggt að ferðast með strætisvagni og það sé öruggt að senda börnin okkar með strætisvagni að þá á árinu 2015 erum við með yfir 10 milljónir farþega, þessast innstiga og það eru skráð 20 slys árinu 2015. Þannig að hlutfall náttúrulega mjög lágt en ég ger ekki lítið úr því hvert skipti sem verður slys þá það mjög alvarlegt og auðvitað reynum við að núllstilla okkur í því, það hlýtur alltaf að vera markmið. En ég bara mikilvægt að koma þessu framfæri þannig að þótt atvikið sé hörmulegt og eigi ekki eiga sér stað að þá sé líka mikilvægt að fólk upplifi það ekki alltaf svona og þetta algjört einsdæmi, vona ég, allavega sýna tölunar okkar fram á það að það ekki mikið slys í vögnunum. Fleiri hafa ekki óskað eftir að taka til máls. Fundargerðin lögð fram. Fleira liggur ekki fyrir þessu fundi. Ég þakka fundarsetuna og segi fundi slitið. Sigrún.